Við förum í 8. mál á dagskrá og leggjum fram fundargerð forsætisnefndar frá 31. janúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 10. og 24. janúar, fundargerð mannréttindaráðs frá 14. og 28. janúar, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 27. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. og 29. janúar. Enginn með þetta. Þá eiga fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftir að koma upp og gera grein fyrir bókun sinni undir 3. dagskrálið, gjöru svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni hér bókun okkar Sjálfstæðismanna til 3. lið og hún hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins átelja það sleifarlag sem meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins hefur ástundað í því skyni að tefja eða koma í veg fyrir að tillögur Sjálfstæðisflokksins aukið gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar komist til framkvæmdar. Nefna má tillögu Sjálfstæðismanna sem borgarstjórn samþykkti einróma 2. október 2012 að upplýsingar allar kostnaðargreiðslur borgarinnar verði gerðar almenningi tiltækar með rafrænum hætti á netinu. Borgarstjórn fól borgarráði að skipa starfshóp til að vinna að málinu og skila tillögum hvernig staðið að verkefninu fyrir 15. mars 2013. Borgarráð hefur ekki enn skipað slíkan hóp þrátt fyrir að ítrekka hafi verið minnt á umrædda samþykkt. Hér með skorað á borgarstjóra og formann borgarráðs að bæta vinnubrögðin í þessu máli og sjá til þess að umræddur hópur verði skipaður á næsta fundi ráðsins. Þá einnig gerð alvarleg athugasemd við það að tillaga sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fluttu 7. nóvember 2011 og var vísað til borgarráðs hefur ekki heldur komist til framkvæmdar. Í tillögunni var kveðið á að gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar yrði aukið með því að birta gögn sem formlega eru lögð fram á fundum nefnda og ráða borgarinnar á netinu ásamt fundargerðum og gera þau þannig aðgengileg almenningi. Samkvæmt tillögunni var skrifstofu borgarstjórnar falið að semja tillögu að reglum sem tryggi að slík birting gagna byggist á málefnalegum forsendum í samræmi við stjórnsýslulög, upplýsingalög og lög persónuvernd. Þá hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við það að gera grein fyrir bókun sinni undir 3. dagskrálið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Fundi slitið 18:39.